En mér langar til að byrja á því að nefna íbúalýðræðið, hvernig við höfum verið að vinna og þarna eru komnar mjög athyglisverðar síður sem að þið eigið að nýta ykkur. Menn tala mikið um íbúalýðræði, þarna er tækifæri til þess að nýta mjög merkilega síður sem að stuðla að íbúalýðræði. Og þið farið inn á heimasíðu Reykjanesbæjar, farið þarna inn á vefir Reykjanesbæjar sem er þarna efst uppi og þar getið þið merkt við, fyrst ef við skoðum fyrirbæri sem að heitir kippa í lag eða umbætur í hverfum. Ef þið sláið inn á það á netinu, þá opnast svona síða sem einfaldlega eru að koma að ábendingum. Einföldum ábendingum það sem má betur fara, kannski eitthvað sem snýr að hellulögn eða frágangi, gróðri eða öðru sem að þurft að kippa í liðin og þá merkið mér að segja getið þið merkt þetta hreyfanlegt skjal hér, þið getið merkt inn á skjalið hvar viðkomandi atriði og síðan skrifið nafn, kennitölu og netfang og svo athugasemdina, sendið hann áfram og við beint til umhverfis- og skipulagssviðs sem tekur við upplýsingunum, segir ykkur að hafa móttekið þessar upplýsingar og fer að vinna í málum. Þannig að það þarf ekkert tal og vesen í kringum þetta, ef þetta er svona einfaldir hlutir sem þetta er að kippa í liðin, þá er þetta ný síða sem hjálpar ykkur með það. Og svo er önnur sem er aðeins flóknari og það er á sama stað, það heitir íbúavefur, það er íbúar til áhrifa og það er svona meira lýðræðispæling. Hún gengur út á það að þið sláið inn á þennan vef, þá getið þið þurfið að skrá ykkur inn, annarkvort með Íslandsleiknum eða inn á Facebook, flestir eru með einhvers konar lykla þar, þannig að þið þurfið að skrá ykkur inn á þessa síðu. Og aðeins að fara í gegnum það tekur smá tíma, en þá eru þið líka komin inn á síðu sem að lítur kannski svona út. Hérna sjáu að ég er búinn að skrá mig inn, hérna sjáu þið mitt nafn og þá opnast hér fullt af hugmyndum sem að íbúar eru að setja inn á þennan vef. Og þeir eru að koma með sínar ábendingar, hugmyndur heilsueflandi samfélag, hraðahindrun og ópólitíska bæjarstjóra, hvað bara fullt af hugmyndum sem menn eru að setja þetta inn. Og síðan sjáum við hér hversu margir hafa séð þetta verkefni, hérna sjáum við hversu margir eru hlynntir því. Þetta er eitthvað gömul, þetta er orðið mikið meira, þetta er þá eftir, en þannig að hversu margir eru á móti, þá sjáum við því sem sagt hvernig það kemur út og þannig að þið takið bara þátt í þessu leið og það kemur inn. Þið getur líka sett inn hugmyndir, þannig að þannig bara svið til þess að setja inn hugmyndir og reglan í þessu er svolítið merkileg. Þannig að ef þið náið 20 manns til þess að lítast vel á þessa hugmynd, þá ber að leggja hana sem ábendingu til viðkomandi ráðs. Þannig að þá hún kynnt í ráðinu og lögð fram sem ábending. Ef að þið komist lengra, sem er þarna næsta, við erum svona, hérna, væri þá hér, þá þarf 70% fylgi við hugmyndina, en það er saman, það þarf 50 manns. Ef að 50 manns og það er 70% fylgi, þá fer hún inn sem tillaga til viðkomandi ráðs. Einhver hugmynd ykkar, eins og þetta hérna sem hérna, gæti verið einhvers konar ábending, við sjáum dæmum þá eftir. Og það eru 80 manns sem samþykkja þessa hugmynd og hún er að fá 75% fylgi, þannig að það er bara 25% sem er á móti, þá fer hún inn sem tillaga til bæjarstjórnar. Þá er það bara bæjarstjórnar að leggja fram tillöguna og fjalla hann. Þannig að þetta ansi langt gengið í því að gefa íbúum færi á að koma með hugmynd og láta íbúana sjálfa segja til hvort þeim finnist hún áhugaverð þar til hún fari inn í bæjarstjórn eða í ráðið. Og hér er svona dæmi ábendingu sem er komið til fagráðs og það var að koma hjólastýrakerfi Reykjanesbæ. Þetta sem fékk 20 ábendingar eða jákvæðar merkingar. Það fer til fagráðs og fagráð tók við þessu og fjallaði. Og það eru 2 aðrar slíka tillögur frá íbúum sem eru komnar af stað inn í fagráð. Alveg án þess að við í sjálfu sér þurfum að vita eitthvað sérstaklega af þeim eða fjallum þær eitthvað sérstaklega, bæjarstjóra eða bæjarfulltrúar, þetta er bara ykkar leið til þess að koma þessum hugmyndum ykkar á framfæri. Og hér á eftir getið þið, ef þið eigið erfitt með að komast inn á vefinn, þá erum við hér með starfsmenn sem hjálpa.